Góða kvöldið, dömur og herrar. Velkomin inn í nýtt ár 2026 hafið. Eða eins og mér finnst gaman að kalla það, 2026. En hér einnig með mér, mjög sexy maður. Jói, blessaður, hvað segirðu? Blessaður, ég er góður, að þú. Þú ert nú líka mjög sexy. Takk. Þú ert enda fyrstu til að kalla mig. Þú ert reyndar sá fyrsti til að kalla mig sexy árið 2006 en hvað það? Ég fyrirgefi fjölskylduvinum. Já, þú ert reyndar líka fyrsti til að kalla mig sexy. Eigum við ekki báðir konu? Jú, við þurfum eitthvað að fara að ræða málin. Við þurfum eitthvað kalla fjölskyldufundi eða eitthvað. Nákvæmlega. En annars við erum mætt til Króatíu á braut sem er nú ekki oft keyrð með þetta layout í huga. Þótt hún sé hönnuð með það í huga að keyra hana rétt og rangsælis. Já. Og hér komin haugur af flottum ökumönnum út á braut. Sýnist vera nokkuð vel manna, vantar 2 á braut. Ekki að ég muni nákvæmlega hver það eru. Jón B. Ég man ekki alveg hver hinn var, en ég veit að það var það fyrsta keppnin, þannig að hún er mikið að gera hjá okkur báðum, þannig að ég er nú ekki alveg með keppnarlistan alveg í kollinu. Nei. En það vantar einhverja 2 braut, allavega. Við finnum út af því þegar á líða stundir. Já, en nú náttúrulega er ekki hægt að joina eftir tímatöku. Nei. Þannig að ef þú ert ekki búin að ná inn fyrir tímatöku, þá ertu bara sem miður ekki með. Algjörlega. Þetta er svona, já, við ákveðum að fara þessa leið, bara þar sem þetta svona streymið flæðir betur og þetta heldur dekkaströttum svolítið lendu. Þannig að þetta er svona að litla sem við fórnum. Það er engin séns, engin síðasti séns. Þetta er menn alltaf bara að vera komnir inn þegar lobby í opna, sko. Að sjálfsögðu. En klukkan orðin korter yfir, þannig að við endum okkur bara stað í tímatökur og Gardens. Skellum við í good luck, you're fast. Nú veit ég hvar takarnir eru. Þetta er loksins komið í minni. Búið að rifið upp eftir smá jóla og nýjársfrí. Og þá bara hendum við svo stað. Já, við fengum nú helviti spennandi keppni í opnudildinu áðan. Það var góð rigning eftir einhverja 4-5 hringi. Menn fengu ekki langa tíma til að setja hring í tímatökunum. Nei, þannig að þetta var það voru bara einhverjar örfár mínútur. Já, það var einhverjar 5 mínútur og svo var það bara búið. Einhvern veginn lendir opnadeildin alltaf í þessu mér. Það er ekki nóg með það. Þetta er fyrsta umferð tímabils, brakandi fest tímabils. Þetta er líka braut sem er keyrð lítið og svo kemur rigningi þokkabót, þannig að þetta er rosalegt. En við erum með Evu fyrsta á braut. Hún tók sigurinn í opnadeildinni síðust tímabili. Og mætt að keyra fyrir Kraftvélar Racing Team að sjálfsögðu. Næstur braut er svo Valli Matt. Hann er nú kominn með hlutverk. Ábyrgða mikið hlutverk í samfélaginu. Hann leiðir keppnisstjórn. Þetta veður. Kannski útskýrði það þess að menn er á útringja það. Já, algjörlega. Með stjórnina á nefndinnar og allt þetta. Þetta er í rauninni bara, þetta frábæra samfélag er búið að sprengja utan af sér og það er eiginlega ekki hægt að hafa fámennt lið í að halda utan þetta. Það fer bara, einfaldlega of mikil tími. Þannig að við fengum bara hauga af frábærum mönnum til liðs við okkur til að stýra og gera þetta samfélag eins gott og áverður á kosið. Þannig að það verður bara mjög spennandi að sjá hvað allar nýju nefndirnar gera. Það er keppnisnefnd, það er samfélagsmiðlar, það er highlights, það er skemmtinefnd. Mjög spenntur fyrir því. Hvernig lokahóð þau munu bjóða okkur upp á og svona. Og svo útsendingar. Má ekki gleyma þeim. Og svo útsendingar, það má ekki gleyma þeim. Og svo erum við með yfirstjórn og undirstjórn. Þannig að þetta er svona allir með sitt hlutverk. Algjörlega, og svo sjálfsögðu okkar frábæra dómnefnd. Já. Strákarnir í GT Akademíunni og svo Viktor standa við bakið á okkur, hjálpa okkur við að dæma erfið atvik. Akkurat. Og algjörlega óháðir aðilar, þannig að það er allir dómar ætti að vera bara eins fair and square og þeir ætti að geta verið.
Þetta geta mál verið tvísýnd og allt það, bara eins og í öllum kappakstri þá eru umdæld atvik og ekki umdæld atvik og annað sko, þannig að þetta svona það bara partur af þessu. Það partur af þessu. Algjörlega, ég held við þekkjum það öll í formúlunni og hvaðina. Þetta betur. En við erum annars mætt hérna útring. Nei, útringurinn búinn, það fyrsti heitir hringur. Við erum borðhjáðinni í annarri deild. Þetta betur. Aðeins heiðskýrara núna heldur en að var í opnu deildinni. Já. Þó það eru nú einhverju grá ský hérna á bakvið fjöllin í Króatíu. Þetta betur. Ég hef nú komið hérna á þetta svæði þar sem þetta á að vera. Já. Kom hérna í sumar. Já, ok. Þetta vist þarna nálægt Dubrovnik. Það er kannski aðeins vestar. En þetta er mjög fallegt svæði, mæli með það. Já. Ef þið hafið ekki farið til Króatíu. Ekki það að við séum mikið í ferðamannabrossanum hérna í Gran Turismo samfélagi. Það er fínt að nefnast á þetta. Akkurat. Það var Eva að koma hérna yfir línuna og hún setur á fyrsta hring 39.7. Valli Matt, getur hann skákað henni. Nei, 42. Sæmi, hann var að taka út refsingu. Hann setur samt 43. Danni 41.5, hoppar upp fyrir Sæma. Pálmar Henry 39.8, hoppar upp í annarsendi. Eiríkur Ingi upp fyrir Sæma. Haukur upp í fjórða. Dotti upp í annað. Jón Valdemars upp í sjötta. Jónas upp í sjötta. Addi upp í níunda. Og þá er fyrsta hollið búið að klára. Já, nema Binni reyndar, hann er ekki búið með hring. Nú. Eða hvað, hann er allavega ekki með reddistjárna hring. Nei, hann hefur farið út aðeins seinna. Já. Er samt í miðri þvögu en er einur hringa eftir. Akkurat. Við sjáum hér að efstu tvö er að bæta tíman hans Andra frá því opnu deildinni. Andri klænir ökumaður, brakandi feskur, yngsti ökumaður Gran Turismo samfélagsins frá upphafi ef mér skjátlast ekki. En sérðu munin hérna frá fyrsta niður í annað og frá öðru niður í þriða? Þetta er rosalegt. 0056 og 0058. En þú veistu hvað þetta minnir mig á? Hvað? Þetta minnir mig bara á aðra deildina í vetur. Þetta var svona tæft. Heldur betur. Ef að bæta sig örlítið. Og hver er þá næstur hann yfir línuna? Sæmi. Samlingi hvert hann hoppaði upp. Hvort hann hoppaði upp. Pálmar Henry. Hann bæti sig ekki. Það er að Haukur. Hann bæti sig upp í fjórða. Þetta er ekki nema 15 hundruðustu hérna á sekundi. Topp 4. Og Jón Valdemars bæti sig. Jónas. Og hann setti bara nákvæmlega sama tíma og hann setti í öðru hring. Já. Ég út að spá okkur að koma ekki inn einn bæting eða það var eitthvað hægari eða eitthvað. Nei, ég veit. Þetta væri flott í keppni. Já. Mjög konsistent í keppni. Og sérðu hvað bíl Eva er á? Já, hún er á Nismo. Já. Kemur það þér óvart? Það kemur mér svo sem ekki óvart. Nei. En kemur kannski óvart að það væri einhver annar. Já, akkurat. En ég var löngum þekkt fyrir að fíla Nismon í dölur. Þetta betur. Þá er Eva að fara að koma hérna að línni á sínum. Það fer í pit. Fyrir í pit. Það eru ný dekk. Já. Nær einu hringi viðbót á mögulega 2. Já, og Valli Matt, getur hann komið sér eitthvað ofar á töfluna. Já, hann bæti sig en það er ekki nóg. Sæmi, Sæmi, hann hoppar upp fyrir Jón Valdemars.
Danni, já, upp í 8. sæti. Það byrjar eldingarleikurinn hérna við Östursveitin. Haukur, getur hann farið ofar? Já, upp í 3. Pálmar Henry, nei, hann bætir sig ekki. Binni Skambin bætir sig upp í 7. Valdimars hoppar upp fyrir Binna, upp í 7. Já, Doddi bætir sig en samt eru bara einhverju 1000 hlutar á milli þeirra. Jónas bara bætir búið sig að upp í minnka 9. eitthvað er. Þannig að efstu 4 innan við, hvað, 1300-stu? Þetta er ekkert annað. Þetta búið ekkert nema gott. Þeir eru komin til tímabil. Eftir 9 sætin, 7/10 úr sekundu. Já, og Haukur að koma svolítið nýr inn. Hann náttúrulega tók bara 3-4 keppnir á opnudeildinni í fyrra. Einmitt. Kom alveg brakandi ferskur inn. En er hraður ökumaður. Og fekk tækifæri á sæti í annar deild og stökk á það, sjálfsögðu. Já, kom síðasti maðurinn í aðra deildi eftir að að komi ljós að menn voru að hætta keppni. Og er klálega að sýna sinn hraða hér. Sjá, Valli Matti þá að komið í línuna, næst síðasti ringur hjá þessum ökumönnum sem er að komið í línuna núna. Valli bætir sig ekki, Sæmi bætir sig, hoppar upp í 3. 1000. eftir Dodda. Danni snýr hérna út úr síðustu beginni, hann er ekki að fara að bæta sig á þessum ringa, það er nokkuð ljóst. Og örugglega ekki á þeim næsta. Haukur bætir sig ekki, 1 ringur eftir í honum líka. Og þá missum maður rauðinni af því að þetta flakkar svo á milli. Eiríkur Ingi bætir sig ekki. Jón Valdimars bætir sig, hoppar upp í 7. Jónas bætir sig ekki. Addi, hann á meira inni. Nei. Hann á meira inni, það er rétt, en hann bætir sig ekki. Ekki alveg að finna sig hérna, Króatíu. Addi, hann bætir sig ekki. Þetta er svaðalegir topp 5 hérna og það er nú ekki langt niður í 7., 7., 8. og 9. og niður. Þetta er... Já, maður hefur alltaf síðan aðeins. Það er bara þannig. Valli Matti er ekki að bæta sig á þessu hring. Já, er það... Ef það er ekki fremst lengur náttúrulega. Hver er hérna fremstur? Það er Valli Matti. Svolítið víður. Hann heldur þessu. Er þetta bæting? Nei. Þetta verður ekki bæting út úr þessu. Hvað gerir Sæmi fyrir aftan Valla? Hann bætir sig ekki. Hver er að koma að það? Það er Eva. Hún bætir sig ekki heldur. Næst er það Haukur. Það þarf ekki að bæta sig mikið til að hoppa yfir 1. sæti. Nei. Ætlaði að gera lítur ágætlega út hjá honum. Rétt, svo bætir sig ekki Pálmar Henry. Ekki á góðum hring. Jón Valdimars sýnist mér á ágætis hring en bætir sig ekki. Það var Jónas. Einhver að snúa hann á raskablunum. Sá nú ekki hver þetta var. Addi, Doddi. Upp í 1. Síðasti maður til að fara yfir línuna og tekur Ráspól. Þvílíkt og annað eins. Vel gert, Doddi. Betur maður. Og hann var ekki 0,99 á undan Evu. Mætir heldur betur með læti hérna í Króatíu, fyrstu keppni tímabilsins. Heldur betur. Staðráðin í að klifra upp deildirnar. Rétt. Og þá er þetta bara lokaðan niðurstaðan. Já. Eins og er. Og svo störtum við keppni að öðrum hætti í kvöld, eða ekki? Ekki óvart í þetta skeyti. Já. Þar höfum við það Doddi í fyrsta sæti 39.653. Eva í öðru sæti 39.752.
Sæmi í 3. sæti 39,795 og sér þetta, það er bara 2 tíunduhlutar niður í Pálmar henni í 5. sæti. Það er bara ekkert að milli. Og svo er bara ekki mjög langt niður í 8. sæti, sér það 0,6 niður í 8. sæti frá 1. sætinu. Það er ekki neitt. Nei, þetta Topp stefnir í skemmtilega keppni. Topp 9 hérna innan við sekundu. Já. Vel innan við sekundu. Heldur betur. Þar erum við með Hauk í 4. sætinu, Pálmar henni í 5., Valli Matt 6., Jón Valdimar 7., Benni Skrambin 8., Jónas 9., Eiríkur Ingi 10., Danni 11. og Addi 12. Yes. Og þetta er bara chill í okkur, þannig að, hvað við segja, race 22:32. Já, en það ekki. Við þurfum ekkert að gera neitt. Við bara höllum okkur aftur og reynum eitthvað að spjalla. Heldur betur. Þurfum ekkert að stressa okkur eins og áður. Nei, getum ekkert Ráða upp skoða einhverjum- hvað dekkjum einhverju gridröð. menn eru á eða neitt. Nei, Og þetta við vitum ekki neitt. þetta er líka í fyrsta skipti í langa tíma sem að við störtum með rolling start. Ekki satt? Já. Í annar deild. Jú, það passar. En þetta á við alla deildir. Nú Yes. verður rauninni bara valið rolling start ef að brautin er hentug, býður upp á það. En annars verður standing start þar sem að það býður nú kannski ekki upp á fallegt rolling start. Segjum svo að það séu hlikkir eða eitthvað fyrir ráskabla eins og Jas Marina. Já. Og þetta er, já, okkar frábæra keppsnefnd sem að liggur yfir þessu. Heldur betur. En svo erum við með fráleitt bílaval hérna. Við erum með eina hérna á Nissan GT-R, svo erum við með NSX á braut, við erum með Ferrari, við erum með Citroën og Porsche. Áðan vorum við með Subaru líka. Og hvort það var ekki einhver einn bíll í viðbóts líka sem að var eitthvað öðruvísi. Það er enginn á 4C, Alfa Romeo hér. Nei, það er eitt Cayman, já, hann að Porsin. Já, þetta er skemmtilegt bílaval. Þetta hefur oft, grúp 4 keppnirnar hafa oft verið svona one make hjá okkur, en það er gaman að sjá menn velja aðra bíla. Já. Og ef við komum inn á rolling startið aftur þá er þetta svona ein hliðar afurð af því að bílarnir verða jafnari þegar þeir eru svo misjafnir í störtum. Akkurat. En þá þá er skellum við klukkan bara, já, Good luck, let's have a clean race. Og skemmtilega við þetta, nú vita menn ekkert hvað dekkjum andstæðingarnir byrja á. algjörlega. Þannig að maðurinn fyrir aftan gæti verið á medium eða á hörðum og þannig að það gefur þessu svona smá krydd. Ég byrja kannski bara á því að rúlla snöggast í gegnum það. Dotti Já. byrjar hérna fremstur á medium, Eva er á hörðum, Sæmi á hörðum, Haukur á hörðum, Pálmar á hörðum, Valli á hörðum, Jón á hörðum, Binni á hörðum, Jónas á hörðum og Eiríkur á hörðum. Danni er, einu aukumæðurinn á medium fyrir utan Dotta í næst síðast sæti. Þannig að Dotti ætlar að reiða svo að stinga af. Við erum komin á stað. Dragon Trail Gardens Reverse. Sess. Fyrsta beigjan Sæmi aðeins aftan í Evu sýnir sig. Við erum nú liðsfélagar, þannig að við erum örugglega ekkert að fara að stríða hvort öðru of mikið. Akkurat. Það er spurning hvort að Dotti geti nýtt sér það að ökumenn fyrir aftan er að berjast. Var þetta Eva? Pálmar Henry hérna fer aftan á Hauk. Já, Sýnist mér. sleppur með þetta, Haukur er ennþá í 4. Já, það mátti ekki miklu muna. Kannski skýtur dekk. Þetta býr til smá þrengingu hérna aftur í pakkanum. Þjappa mönnum svolítið. Strax búið að skiptast í 2 fylkingar. Dotti er ekki alveg búinn að ná að slíta Evu og Sæma frá sér. Það er Benni Þrátt fyrir hérna dekkjamunin.
Innan á Eirík. Citroen slagur. Lavasjó á móti Kraftey. Eiríkur slær af. Pálmar henni með gott raun hérna á Valla baráttunum 15. sætið. Spurning hvort að Citroenin, hann með góðan endarhraða, hvort hann náði að stinga sér inn á eða hann sýnist Pálmar að taka ytri línuna. Þvingar Valla þröngt. Það hægt að taka switcharú hérna en næsta beygja enn og svolítið þröng. Ekkert að frétta á toppnum, sekund á milli manna. Þetta varum að fylgjast með Valla Pálmari. Ingi mættur í spjallið, góða kvöldið Ingi. Það ekki með sigurinn á hann, svo farið ekki stig fyrir. Einmitt. En sigur er satt sigur. Sigur. Það er nú alltaf gaman að keppa, þótt að séu kannski ekki endilega stig í boði. Sérstaklega maður byrjar aftalega og að vinna sér í gegnum pakkan, það er nú alveg fjör í því, sko. Já, og nýjir aukumenn. Jónas og Binni. Já, þeir eru aðeins hérna. Þetta er hérna Citroen. Nei, heyrðu, Danni er komin á undan Eirík líka. Já, það er eitthvað gesti á Eirík. Sjá hvað Danni er náttúrulega með miklu betra grip hérna. Hvort hann gæti mögulega nýtt sér muninn. Það sjá að fara hérna 3 wide. Binni er allan að komin vel inn á Jónas. Sýnist að vera að klára þetta move nokkuð vel. Danni nær líklega að skjóta sér inn á Jónas líka, eða hvað? Jónas með eitrilínuna sem er hraðari, en lætur þetta stikki í bíli allavega. Annars er slagur á toppnum. Já, aðeins að breytast. Sæmi er aðeins búinn að saxa á Evu, en Dotti er svona hægt og bítandi að fjarlægast þau. Fín byrjun hjá Dotta á mediumdekkjunum. Rest á hörðum fyrir utan Danna. Svona aðeins í binna þarna. Danni reynir að nýta sér þetta. Ég held hérna, ég fylgist áfram hérna með toppslagnum. Jónas tekur varnarlínu þarna. Það hafi verið að verjast annað, svo sem þarf ekki að fara með það. Það var pínuskeiti lína, en Sjáum hvað Danni gerir hérna. Gæti stungi sér hérna inn að verðu, sýnist að gera það. Nú er þetta bara spurning Jónas þarf að slá þess af þess að fara ekki út af. Missir Danna fram úr. Danni er búinn að klára þetta move. Það var bara eldur binna. Sæmi Dottir svolítið frá Evu. En slagur í 5. sæti. Pálmar búinn að elda upp Valla aftur. Valli hefur gert ykkur mistök. Þetta var nú ekki svona mikið bil áður. Skemmtilegt að sjá Porsin hérna á braut. Já. Það sér hann ekkert allt of oft í grúp 4. En hann er greinilega nokkur liður í beigjanum, Porsin. Já, hann er góður í beigjanum, sko. Ég held að hann mætti vera með aðeins betra upptaka eins og það, en hann er svona,
auðvelt að láta hann hérna íta aftan endanum inn í beigunar. Sjá hvað Pálmar gerir hérna beinakaflanum. Hann ekki alveg nógu langur beinakaflinn. Nei. Þetta verður kannski svolítið erfitt. Það þá helst inn í beygju 1 sem að myndi taka fram úr. Þetta sé myndarhraðan á Citroenunum. Haukur þá kominn aftan á Sæma. Sæmi hefur gert ykkur mistök, búinn að tapa hérna 1,5 sekúndu á Evu. Þeir fara báðir svolítið vítt. Og Pálmar henni fyrir vítt líka. Það spyrir hvort að vindóttina hefur breyst eða eitthvað. Það komin svakalega meðvindur hann inn í fyrstu beygju. Já, það getur ruglað í mannum. Jónas kominn hérna að dellast. Eitthvað gerst í honum. Já, hann var hann í pakkanum með Danna og Binna. Yep. Danni búinn að taka fram Binna. Það var bara tímaspursmál. Eva ekki að sleppa takkjunu af Dodda. Nei, hún nú eiginlega bara búinn að saksa aftur niður. Bili var í hátt í 3 sekúndum. Þannig að spurning hvort að Doddi hafi mögulega gert ykkur mistök á þessum hring. Já. Þannig Eva að keyra fanta vel hérna á hörðudekkjunum. Eiginlega að slíta þeim hraðar heldur en Doddi á miðjudekkjunum. Eða horfur á vinstra framdekki. Hann ekki líka fjórhjólsdrifinn GTR-i? Jú, ég held það. Jú, hann er það. Ég held að það sé eins og með Lansinni til dæmis að það er alveg éta framdekkin, sko. En það er greinilega einhver hraði í honum. Já, alveg kominn innan við kjölsóksfæri frá Dodda. Já, og kannski lætum við vita þegar nálgast hvort það aðeins betur. Það er Yes sir. 0,6 á milli Hauks og Sæma. En já, eins og þá er slagur bara á nokkuð mörgum stöðum á braut. Það er slagur 1., 3., 5. og 10. á niður úr. Þannig fylgjast hérna fram með Valla og Pálmari. Þeir eru svona hver næst hver öðrum. Svo það sem við fengum ekki að sjá í opnundeildinni áðan, og það er hvenær menn pitta. Já, það náttúrulega kom bara rigning strax. Já. En ég þarf að nota hörðudekkin eins og á fyrir tímabilum. Já. Og ökumenn byrja með 50% bensín. Þannig að þeir neyðast til að pitta einu sinni. Nú gæti Pálmar henni verið að ná rönninu á Valla. Já, mér sýnist það að hann er komin rosalega nálægt hérna. Já. Hann gæti tekið dýfuna, spurning hvað hann gerir. Sýnist það, tekur dýfuna, Valli finnur alveg hérna. Kemur alltaf hratt. Enn að Apexinu. Þetta var svolítið svakalega dýfa. Já. Verður að segjast. Alveg Haukur hérna komið fram úr Já, og hleypir honum. Sæma. Já, hleypir honum hérna. Já. Við séð þessi hérna. Haukur kominn fram úr Sæma líka. Hann hafi ekki tekið fram úr honum bara í sömu beygju. Sjáum hvort það náða með sér í blei. Nei, hann er kominn fram úr hérna. Getur Sæmi svarað? Það er spurning.
nú nokkuð nálægt hérna á Ferrariinu. Haukur tekur smá sveigju, reynir að slíta tóið. Sæmi þar að bíða betra tækifæris. Haukur, sleipur hana inn í busstoppið. Grófur að kaldinum. Hvað getur Sæmi gert hérna út úr lokabeinu? Nú þarf hann á góðu exiti. Sömuleiðis Pálmar fyrir aftan þá. Sýnist Pálmar vera ögnær. Já. Sæmi er ekki allir úr þessu. Pálmar ekki alveg eins nálægt og áðan. Kýsa að bíða. En Valli fyrir mjög djúpt hérna. Það er spyrir hvað Pálmar gerir. Skettir sérna innanverði, nú er það alveg hlið við hlið, þannig að þetta er bara drag race. Næsti vinstri beygja sem að Valli matt á. Það innanverðu. En hvað gerir Pálmar? Valli slæri af og Pálmar þar alveg að komin upp í 5. sæti. Vel gert. Flottur akstur eða báðum. Nei, ekkert smá. Þetta var það Porsin í beigjanum. Það skrikar næst til Valli. NX-axin er heldur líka mjög góður í beigunum. Já, Eva aftur búinn að saksa bílið svolítið niður í Dotta. Já. Var þetta að kíkja bara rétt á hann og það var 1,6. Já, komið niður í 1 núna. Já. Valli matt beint fyrir aftan Pálmar núna. Þeir eru búin að vera að berjast, svo að segja, frá byrjun, þessi tveir. Líst vel að menn eru hérna mættir með 2 Pálmar YouTube hann er að afganga. fara inn í pit. Já, fyrstu til að pitta. Já. Ætlar þá að taka 10 hringi á mediumdekkjum. Já. Þetta getur Það verið kemur sterkt ekki á óvart. undirkott. Já, ég held að. Binni pitta líka. Já, nú eru dekkin orðin svolítið jöfn hjá þeim. Þó við séum sikkur í kompandinu en Dotti á verri afturdekk. Þetta er eiginlega magna hvað þetta er jafnt. Slítið hjá þeim. Þetta verður svolítið erfitt hjá henni Evu á mediumdekkjunum, get ég ímyndað mér. Já. Ég hugsa það. Ég held að hún þurfa að fara Heldur svolítið verða- lengra á hörðudekkjunum heldur en eins og Dotti núna á mediumdekkjunum. Já. En hún er að eyða meira bensíni heldur en Dotti, þannig að það geti komið í bakið á henni. Já. Það er kannski max 2 hringir í viðbót. Annars er þokkalegt bil hérna á milli manna. Það er 1,3 hérna á milli Adda og Eirík. Það er svona styrsta bilið hérna á milli veistu minna milli manna. Ég skeggja að áhorfundur eru hérna mætti með 2 YouTube afganga og búin að skella í like á báðum. Almennilegt. Almennilegt. Þetta ætti náttúrulega bara að vera skylda. Já, þið fá allan að bónus í klattan og límið það ef þið gerir þetta. Já. Hvernig lífið það? Hvað ég að segja? Já, lífið það í klata. Pálmar hérna að taka fram úr Arnari sem áttur að pitta. Já, Jón Valdemars, hann skellir sig í bit. Hann skellir sig í pitt, já. Kemur á óvart að það er ekki fleiri sem að pitta. Já. Danni hérna að fara best með bensín. Það er ekki í pit. Það eru fleiri að fara í pit á það. Pálmar er náttúrulega búinn að pitta, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað hann kemur út. Addi skellir sig í pit. Já. Þannig að Pálmar rauninni nær 2 hringjum á mediumdekkjunum. Já, eins og ég er allavega. Það er ekki að það búinn að... Gæti mögulega að verið 3 ef að Valli heldur áfram í næsta hring.
Hann á alveg bensin inni fyrir það. Já. Svolítið búið að auka Doddi spili aftur. hérna milli Hauks og Sæma. Það er komið hérna yfir 2, rétt rúm á 2. Já. Sömuleiðis á milli Dodda og Evu. Já. Kannski medium... Nei, hörðudekkin komin út fyrir ramman. Svo sem medium dekkin líka, en það eru þá vantarlega á pari við að hvað eru léleg núna. Ég held að Eva þurfa að fara inn núna. Já, það sýnst það. Tekur grunnalínu og inn í pit. Það er spurning, hvað gerir Doddi? Það er spurning. Já, hann tekur bara eitt ríki viðbót og pitar held ég. Það er bensinni leyfir ekki upp á annað. Skot. Ef að Sæmi inn í pit þau eru greinilega á Valli sömu í pit. strategíu. En sjáðu dekkjaminin hérna á Evu og Sæma. Það er rosalegt. Og Valli inn í pit, já. Þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með honum Pálmari. Já, Danni heldur áfram. Sjá munin á dekkjanum hjá Danna og Dodda. Það eru sama bíl á mediumdekkjum. Já. Danni að fara ekkert rosalega vel með dekk og bensín í rauninni. Sjá hérna Pálmar alveg komin upp í stuðaran á Jónu Valdimars. En Valli Matt kemur út á undan báðum. Pálmar tekur svolítið meira bensín heldur en þeir báðir. Já. Þannig að það hefur kannski eitthvað komið í bakið á honum. Er hann þá að Menn voru missa tala um Jón það, hann Valdimars? væri svolítið bensínhákur síður á hann. Já. Þannig að undercutið virkaði ekki sem skildi með honum Pálmari. Nei. Þá er það spurning nær Eva að vinna upp bilið í Dodda sem er núna á slitnum mediumdekkjum að fara að koma inn í pit. Já. Það var Lambo og Lansi sem voru á hann líka í opndeildinni. Heyrðu, það er rétt hjá honum Hilmari Sæmi með 30 sekúndar refsingu. Hann hefur farið við pitlínuna. Uss, sem hann tekur út núna. Já. Og Haukur akkurat að koma út úr pitinu. Já. Þannig að þeir sem voru að berjast þannig að þá er Haukur komin upp í 3. í rauninni. Já, þessi Danni á eftir að pitta og Doddi svo sem líka. Já. Og Valli að það var nálgast Sæma líka. Þetta getist verið aðstefni svolítið skemmtilega slag í 4. sætið. Já, og nú er Danni hérna að Eva, hún þarf að komast fram úr Danna á mun betri dekkjum. Heyri, Doddi hélt áfram. Ha? Jói. Eva stíkur sér hérna inn á Danna. Þetta er að stika Já. á mun betra gúmmi líka. Heyri, Doddi er að fara að vera bensínlaus hérna. Ha? Hann er bara búið með bensinni, sko. Já, vá. Hann er svo sem að koma í síðustu beigina. Hann er bensínlaus. Já. Þetta getur verið dýrt fyrir Dodda. Yep. Hann er að tapa ykkur 4, 5, 6 sekúndum á þessu. Hann er Getur með ekki verið bleikt annað- keppnislið. Já. Þá ætti nú Eva held ég að koma þokkalega fyrir framan hann út. Já. En nú hlýtur þá Danni að koma inn líka. Hún er alveg búinn. Já. Það er Haukur Dodda líka. Það er spurning, Doddi kemur út rétt á undan Hauk. En Doddi er náttúrulega á hörðundekjum, það má ekki glema því. Já. Þannig er Haukur að fara að taka Annað sæti. mögulega annars sætið í sinni fyrstu keppni í annari deild. Já. Sinni 4. keppni innan GTSI. Þetta veitur.
Við fylgjumst með þessum slag. Ég er á bullandi fjólubláan ring. Pálmar henni hérna með hraðasta hring. Er að saksa á Jón Valdimars. Og Haukur stingur sér bara- inn á Dotta. Já. Er með inn í línuna. Dotti ætti að geta átt betra exit þá. Haukur lokar svo samt vel. Sýnist Dotti Já, ekki verið hann er nógu bara nálægt. Já, hann er búinn að loka þessu. Haukur bara búinn að klára þetta. Þannig að þá er þetta bara barátta á milli Evu og Hauks. Ég held nefnilega að Eva gæti átt smá í vandræðum með dekkin. Já, við sjáum Það bara er muninn álíður á á keppnina. dekkinu núna. Bara strax sko. Já. Ég hefði nú satt farið svolítið mikið fyrir inn ef ég væri Haukur. Já. Undercuttið er svo sterkt. Já. Já, bara að vera á hraðara kompándi í mikri dekkjum lengur. Algjörlega. Pálmar Henry er hérna bak við Jón Valdimars. Mikillri siglingu. Eva kom með hraðasta hring. Já. Jón Valdimars á víður. Pálmarinn nær honum ekki en er með betra run inn á beinleikaplánuna. Nei, samt ekki. Haukur hérna að setja fjólubláðan tíma. Já, Það er alveg deginum ljósara og honum langar í hennar sigur. þetta betur. Hann er ekki ennþá búinn að taka sigur en hann var búinn að taka annarsæti held ég. Þá var held ég einmitt Eva sem var að vinna keppnir og Haukur í öðru sæti. Það var nú ekki hversu oft, en hann var yfirleitt í toppbaráttunni. Þannig að ég veit að honum langar að taka hann sigur af Evu. Pálmar sýnir hérna inn í herbilbeginna. Og Jón Valdimar svona neyðist bara til að keyra nær valla þegar það er verið að íta svo mikið á hann. Hendrik, verður velkomin í spjallið. Pálmar Henry djúpur. Það er svona ekkert meina að perka þessu yfir pulsuna. Grimmur yfir kantinn. Það var spurningin, getur hann tekið betra exit hérna? Nei, Jón Valdimars er of lágt frá honum. Og hvað sagði ég áðan, Jói? Haukur kom með hraðasta hring. 40.021. Það er þokkalegasti hringur. Það væri nú gaman ef það færi undir 40. Já. En mér sýnist þau nú vera á mjög svipuðu peysi hann og Eva. Já. En þá í 3 sekúndum. Hendrik hérna spyr hverjum hann á að halda með. Ég veit það ekki. Ferrari eða einhverju. Það er alltaf klassík að halda með Ferrari sko. Eða bara flottasta bílum eða eitthvað. Já. Talandi um það, þú kannski vilt renna yfir styrktaraðala deildana á samfélagsins. Það er bara mjög góð mynd. Það segir. En já, Gran Turismo, samfélagið, okkar kæra samfélag, það er í boði þessara frábæru 8 styrktaraðala þetta árið. Alltaf pláss fyrir fleiri, þannig að ef þú þekkir eitthvað sem hefur áhuga á að styðja þetta flotta samfélag, sjáum við það Pálmar inn á Jón Valdimars. Ég kannski geimi þetta aðeins á meðan þeir eru að berjast. Hann er eitthvað aðeins að þykna upp hérna á brautinni líka. Já. Sýnist að vera búið í bili, en já. Já, okkar, sá styrktaraðali sem hefur verið að styrkja okkur sem lengst er Autocenter. Þeir hérna út á okkur verðunargripi í öllum deildum. Svo er það Kraftey sem er með svakalega flott verðlaun, 100.000 krónur
fyrir þann sem að tekur stórmeistaratitilinn. Pálmar Henry hérna víður og út í vegg, missið þar að leiðandi að lestinni, en Jón Valdimar sem komið nálægt Valla sömuleiðis, liðsfélagarnir tveir. Ég held áfram að fara niður listan, þetta maður að fylgjast með mörgu hérna. Svo er það Arctic Iceland, þeir gefa hrikalega flott úr til sigurvegara vetrartímabils í fyrstu deild og svo sigurvegara vortímabils í úrvalsdeild. Svo er það Kraftvélar, styrkja samfélagið okkar líka með flottum framlögum. GT Akademían gefa topp 3 í öllum deildum gjafabréf hjá sér í hermikapastur, svakalega flott, mælum við að kíkja. Flottir hermar og það. Er það í öllum deildum, líka opnum deildum? Nei, þetta eru lokaðar deildir, sorry. Það ekki. Jú, passar. Takk fyrir að vera með puttan á púlsunum, Jón. Nei, svo er það Kaldi sem að gefa velun í öllum deildum. Já. Gefur topp 3, drykkjavarning. Svo er það Láfisjó, þeir gefa fyrstu deildinni premium miða fyrir 2 á báðum tímabilum. Svo er þeir með afsláttakóða þar á auki og svo Gullfiskur, okkar nýjasti sponsor, gefur alveg haug að harfisk. Já, í öllum deildum. Í öllum deildum. Topp 3 ár í öllum deildum. Þannig að menn verða flæðandi í harfisk og kalda. já, 100% á lokahófinu í okkur. yes sir. Þetta verður flott. Mikið prótein, mikið gaman. Já. Mikil þinga. En hver er staðan á brautinni? Það er svona þokkalega rólegt yfir mönnum. Já, Haukur er ekki búinn að ná að saxa yfir nógu mikið. Nei, en sérðu Pilið dekkjaböndin ennþá í núna? 3. Já, þetta er. Já, 2 hringir eftir. Hann hefði þurft 2 hringi viðbót, held ég. Já. Nú valdum að svo valið matt hérna þá hlið við hlið á braut. Það er rétt yfir 4, já, rétt tæp 1,5. Annars er styrsta bilið fyrir utan þá er bara Addi hérna og Eiríkur í baratunum 10. sæti. Yes sir, Sæmi hérna á bullandi fjólubláðum hring. Upp á 30. Það er spurning hvort það geti náð því. Já. Hann er nú að saxa á hann Dotta sem er á hörðudekjunum. Hefur 1 hring til að tryggja sér pall, sæti. Það er bara 1 mistök frá Dotta og þá er hann búinn að ná honum. Það er bara þannig. Sjáum hvað Sæmi gerir. Tekur hann hraðasta hring, það er 1 auka stig. Já. Er fyrsti aukumæður til að fara undir 1.40 í þessari keppni og örugglega sá eini sem að gera það. Hann léttur bíl með ágætis dekk. Það er bara spurning, nær hann Dotta? Binni búinn að ná Danna hérna aðeins aftar. Danni á hörðum eins og Dotti. Danni búinn að ná Binna með henni. Nei, Binni búinn að taka frá með Danna. Já, var það kannski þannig? Já. Ég held ekki. Nei, ok. Já, Haukur búinn að saxa bilið í hefur líka núna þessu hring sekundu. Já, en nú er það Sæmi komin undir sekundu. Undir sekundu, já. Komin vel inn í slipinni og Dotta, þetta verður nú eitthvað. Já, Dotti átti að lélt exit þarna út. Tekur varnarlínu. Þetta hægri reynir að slíta kjölsóið. En það er bara ekki hægt. Bara tónum síðasta pottu í sendi. Það er séns, það er séns. Sæmi opnar hérna þriðju síðustu beygjan og næst síðasta beygjan. Sæmi þarf að eiga gott raun, fer hérna aðeins út í grasið. Skrika til. Ætli þetta hafi ekki verið það sem að bjargaði Dotta í slagnum pallsæti, síðasta pallsætið. Eva kemur hérna við marki. Flottur sigur í henni, Haukur í öðru sæti og Dotti nær að merja bronsið á lokametrónum. Sæmi í 4. Liðsfélagarnir Valli Matt og Jón Valdimars koma hérna í 5. og 7. sæti. Pálmar Henry í 7.
það var að binni. Liðsmaður Lavasjó Jep. kemur yfir línuna í 8. sæti. Þannig í 9. Addi og Eiríkur hérna í slag. Já, heyrðu. Já, betur, Addi var fyrir aftan Eirík hérna rétt á hann. Já, ég held það. Þetta hefur verið eitthvað rosalega slagur sem við því miður höfum ekki náður að fylgjast með. En Addi kemur hérna yfir í línuna í 10. sæti, hoppar upp 2 sæti í þessar keppni. Eiríkur 11. og Jónas sem hefur ekki átt sína bestu keppni Nei. kemur því í mark síðastur í 12. sæti. En það er nóg eftir að tímabilinu, það eru 7 keppnir eftir. Þetta er einungis fyrsta keppnin af 8. Hrikalega spennandi tímabil framundan. Já, ég er spenntur fyrir þessu tímabili. Þetta var eitthvað. Ég var einmitt spenntari fyrir þessu frekar en vetrartímabilinu. Ég fíla betur bara á þessu. Algjörlega. Þessu tímabili. Já, svo komið ný keppnisnefnd sem er að prófa nýja hluti og það verður gaman að fylgjast með því. Heldur betur. Þar hafum við það. Eva í fyrsta á GT-runum sínum fyrir Kraftvélar Racing, Haukur í öðru og Doddi í 3. Hann 6. Sýnist hann verið í Rambrot Racing, er það ekki? Getur ekki verið, hann Doddi. Jú, mér sýnist það líka. Sæmi í 4. Valli Matti í 5. Jón Valdimars í 7. Pálmar Henni í 7. Binni í Skrambin 8. Danni 9. Addi 10. Eiríkur Ingi 11. og Jónas 12. Og Sæmi, eini sem fór undir 1.40 með hraðasta hring. Yes. Yes. Men þetta gekk Flottur hraðanum lókun. Já. Já, það gerði það. Þetta var nú tvísýnt bæði hjá Evu og Dodda tíðanbili. Já. Já, sérstaklega Dodda. Já, það var eitthvað sem gerði út af þetta þannig hjá Dodda. Já, hann var benslaus. Alveg rétt. Já. Á leiðinni bitinn. Úff. Það var dýrt bensín. Það voru dýri lítrar sem hann misti þarna. Þetta voru dýra sekundur, það er rétt. Þannig að ætli það hafi ekki gert út úr annarsætið allavega hana. Jú, það held ég. Já. Ertu ánægður með þetta? Já, þetta var bara hörku fín keppni. Jöfn tímataka, slagur alla keppnina nánast. Engin rigning hins vegar. Nei. Það er opnumdeildin, það er bælinn opnumdeildinar. Það væri nú alveg spurning að skoða það. Opnumdeildin er svona meira fyrir nýlið að loka fyrir rigningar í henni. Þetta heldur svona áfram. Við varum alltaf ekki fengið neina kvörtunni. Nei, ekki að þá. En sem komið er. Nei, ég man alltaf bara eftir Suzuka-keppni hérna þegar ég byrjaði á softi í rigningunni. Já, ég held að þú settum bara eitthvað skemmtur eftir hana. Hún situr fast í mér. En það er mitt lærði að hérna keppnin byrjar eins og lobbyið byrjaði þegar var opnað. Það var einmitt orðið 40 í æfingunni. Það er svona, ég held að keppnin myndi byrja í fyrru. En svo var bara hellit en bara þegar við startuðum. Já. Ég ætla að henda hérna síðast sem ég gerði, ætla að henda hérna í poll, Driver of the Day poll. Já, auðvitað. Þannig að þeir sem er ennþá með ykkur, ég endilega að kjósa. Já, en svo er náttúrulega liðabaráttan hérna líka, þannig að við svona, ég er nú ekki alveg komið með nákvæmlega á hreint hverjir í hvaða liði, en við erum með hérna Evu og Sæma í Kraftvélar. Við erum með Valla Matt og Jón Valdimars í Arctic Iceland. Við erum með Pálmar Henry í Kraftey. Við erum með Danna og Dodda í Ramrod. Já, svo er Eiríkur ekki líka í Kraftey. Já, Eiríkur ekki í Kraftey og Jónas í Kalda. Addi er held ég búinn að Addi og Jón B er held ég búinn að tíma upp og gera Massi Ferguson Racinga í maður rétt. Já. Alvöru Söðá. Það er flott. Nice. Svo er Binni Skrambin náttúrulega í Lavasjó. Er hann sá einn sem er í Lavasjó hérna á brauti okkur? Já, mér sýnist það.
Í hvað lið var Haukur? Var hann komin í eitthvað lið? Nei, ég held að sem ekki komið í lið. Nei. Þannig að ertu að fara að senda póst? Já, það er spurning. Það þýðir ekki að menn sé ekki í liði. Þeir fyrir að vera í liði. Lafasjó var nú fyrsta liði sem að bauð mér sæti. Strax á hlutliði. Jú, við vorum nú liðsfélagar á tíðanbili. Já. Alltaf betur. Þar til að ég yfirgaf ykkur. Já. Stofnaði þitt eigið lið sem reyndar ekki til lengur. Já. Nei, við splittum fyrst þarna upp í Yamaha og Lafasjó og svo fór ég yfir í Bísik hérna. Já, hvað, ég þvingaði til að stofna. Já, það var eitthvað svoleiðis. Það var eitthvað svoleiðis. Þetta var bara gott kvöld. Ég man nú ekki eftir neinum atriðum sem er eitthvað vert að skoða í replay, þannig að ég sé nú ekki ástæðu til þess. Nei, ég held að við segjum þetta bara gott. Bara takk fyrir að fylgjast með og kannski hendum við í podcast næst eða eitthvað svoleiðis. Podium podcast. Já. Podium Það podcast. er alltaf skemmtilegt. Sýnir Sæmi taka Driver of the Day. Já. 50% akvaða. Kerri flott. Gerir flott reis. Við hefum allavega skemmtilegt tímabil í vændum. Algjörlega, það er ekki spurning. 2 vikur næstu. Og fyrsta deildin á morgun. Og fyrsta deildin á morgun, ekki gleyma því. Við sjáumst þá 9:30. Og svo erum náttúrulega postregistraðir á Facebook sem að verður að fylgjast með. Við erum í bæði Autocenter, Kraftday, Arctic Iceland, Kraftvélar, GT Akademíunar, Kalda, Lafasjó og Gullfisks. Takk fyrir að horfa. Sjáumst annað kvöld. Takk fyrir.